að byrja. Komið sæl. Verið velkomin á þennan kynningarfund fyrir forráða fólk. Ég Hafliði. Þið þekkið mig ekki. Ég skólameistari hérna ennþá. Já. Heyrðu, svona dagskráin nokkurn veginn. Getur hlusta alltaf aftur. Það er gott að vita hvað maður er búinn að segja. Og hérna, já, ég ætla að byrja eitthvað hérna. Þú tekur Unnur á svo við. Þú Birgir, Guðni. Endum á einhverju spurningar og svör, en endilega bara spyrjið líka jafnóðum. Já, það er eitthvað. Allavega, meðan ég að tala, það er eftir góð. Byrja hérna svona almennum leiðendum. Það að vera í skóla. Það fylgir því að mæta í skólan, sinna náminu og við erum með reglur það til að hjálpa okkur. Við fylgjumst með ástundum nemenda og þrisvar á önn eitthvað sem við köllum vörður. Fyrsta varðan, eða hún heitir þetta ljósker, bara núna í næstu viku. Það birtist á 50. næsta umsagnir. Þá fá nemendur umsögn frá öllum sínum kennurum, birtist í innu. Og endilega kíkja á það með þeim og hjálpa þeim að nýta sér þetta til að bæta sig. Eða, já. Við síðan förum yfir þetta líka, nemendaþjónustan, og á sama tíma þá kíkjum við á mætingu og sjáum hvort að við þurfum eitthvað að grípa inn í til að hjálpa nemendunum. Við erum að horfa í mætingunni að raunmæting, ég skil aðeins betur eftir, sé yfir 85% í lok annars. Það er alveg býsna slaki að geta sleppt því að mæta 15%. Já, og eins þá horfum við í umsagnirnar og þá verkefnisskil og annað. Ástundin er náttúrulega bæði það að mæta og að sinna náminu. Hér er dæmi viðurskráningu hjá nemanda. Ég tók út áfangaheitin sem voru lengst til vinstri, þannig að við erum ekki hægt að rekja þetta til neins. En það er þessi dálkur sem við erum að horfa í, sem er raunmætingin. Ef að, eins og þessi nemandi, hann hefur greinilega fengið einhver leyfi og þá sjáum við það að mætingin hans er 100%. Gjörðu svo vel. Góðan dag. Það var alltaf einhverjur síðastur. Já. Er þið ekki vel hér í skólanum eða? Þetta er ekki allir, við vorum auðvitað að fara yfir mætinguna. Já, við erum að fara í mætinguna. Fóðu bara S. Hvað er S eða? Já. Ég er auðvitað. Sko sætt henni. Já. En já, þessi ágæti nemandi hérna er enn eftir að fengi leyfi. Í þessum áfanga hér er hann með 100% mætingu, en raunmætingin er 63%. Það er það sem við horfum í. Sjáðu áðan 85%. Það er í lok annarinn. Núna er náttúrulega, það eru bara búin að vera 8 kennslustundir. Þannig að þá er þetta mjög lágt, en ef hann mætir núna í allar kennslustundir sem eftir eru, þá lagast þessi tala hérna. Þessi tala, ná 3 og 2 og 2 og 2. Já. Er einn fyrir hvert leyfi eða er það eftir einingum eða? Nei, það er bara hver kennslustund. Hér hefur hann fengið leyfi í 3 kennslustundum. 3 kennslu. Já.
er búið að laga kerfi hjá ykkur, mætingakerfi. Laga það? Já. Ég veit að við þetta svona tíminn sem krakkar getur velja eitt eða annar kennslu og mæta í eitt kennslu og fá fjarvís frá annar kennslu. Vinnustofu? Já, það á nú að vera lagi, sko. Sko, ég finn þetta bara vel gert í. Hvernig það var? Af því strákur mín var í vinnukennslu og fékk frávist frá rafmagnum. Já, hann er ekki bara einhver vilt, sko. Tekur stundum sko yfir, það þarf að keyrast yfir nótt. Já, samt þetta er búið að keyrast yfir nótt og þetta er áfram. Já, það er kannski, ef ég hef sett vinnustofuna seint inn sko, þá kemur það sko ekki fyrir eftir að ég hef bara setja vinnustofuna. Það er bara að gera líka ef að þið sjáið, sko, það er náttúrulega bara mjög gott að fylgjast vel með þessu. Hvetja krakkan til að fylgjast með þessu, því að það geta allir gert mistök. Það kemur alveg fyrir að kennarar merkja vitlaust við. Og þið nemendurnir bera svolítið ábyrgð sjálfur að fylgjast með því að þetta sé í lagi. Ef þið sjáið að það hefur verið merkt einhvers staðar fjarvist, eða þau, þar sem þau voru í tímanum, klárlega, að tala við kennarann sem fyrst, bara daginn eftir eða, og biðja hann að kíkja á það. Það er ekkert sérstakt að koma eftir 3 vikur, því þá mann kennarinn ekki neitt, en ef þetta er gert strax, og við viljum náttúrulega hafa þetta rétt. Hvað þýðir þetta fjarvistarstöðan? Já, ekki pælið. Þetta hérna er það sem skiptir máli. Halda þessu fyrir ofan, þannig að þetta verði ofan við 85. Best þessu bara 100. En það getur eitthvað komið upp á. Ef að nemandi þarf að fara stundum yfir veturinn vegna íþróttaæfinga, þá hefur það áhrif á raunmætingu. Já. Það er næsta sem ég ætla að segja, held ég. Eða það er næsta. Ef við sjáum það á vörðuskilum að þetta sé ekki nógu gott, þá boðum við nemendur yngri en 18 ára í viðtal, yfirleitt alltaf með, eða allavega höfum samband við foreldra, forráðaaðila. Fólk koma með í viðtali, það er ekki endilega alltaf, en oftast. 18 til 19 ára eru boðaðir bara í viðtali, en eldri en 20 ára eru svona, leyfið þeim svolítið að bera ábyrgð á sjálfum sér, þannig að það er kannski komið tími til. Ef við sjáum það að þetta er ekkert að lagast, þá er farið að leita leiða, og eitt af því sem við skoðum er hvort að nemandi sé bara í of miklu námi og þurfi að skrá sig úr einum áfanga, létta á sér eða létta hjá sér. Og ef þetta er að gerast svona ítrekað og ekkert að lagast, þá er alveg möguleiki að viðkomandi eigi ekki vísa skólavist á næstu önn. En svo getur náms- og starfsráðgjafi gert svona ástundunarsamning sem er þá svona dálítið lokað úrræði, sko. Já, nemandinn á alltaf rétt á því að ef hann er ósáttur við þetta, að skjóta þessu til skólaráðs. Þannig yfirleitt leysist þetta nú bara. Það er, já, ef nemendur eru fjarverandi tíma vegna veikinda eða hafa fengið leyfi, þá er eiginlega nauðsynlegt að þeir ræði við kennarann sína. Náttúrulega ef þeir fara leyfi, þá er best að gera fyrirfram, upp á að viti hvað þeir geta gert til þess að sinna náminu með hann. Og ef þeir voru veikir einn dag, þá kannski ágætt að tala við kennarann eftir á hvort þeir hefði mistað. En oft eru þessar upplýsingar líka bara á kennsluvefnum sem við skoðum eftir, þannig að þau geta bara séð þetta sjálf. Þú var standið þarna að gera grein fyrir veikinda, það var ekki verið að tala um að koma og segja að það er með hitta á ælupöld og allt saman. Bara, ég var veikur og mistað tíma, misti ég af einhverju mikilvægu. Það er mikilvægt að skrá veikindin í Innu,
strax á morgni upp á það að hérna koma í kerfið. Það hefur sem sagt áhrif á hérna raunmætingatöluna, veikindin, en við tökum yfirleitt tillit til, allavega þetta orðið eitthvað langvarandi, að ef það er sem sagt komin undir vegna þess, þá tökum við alveg tillit til þess. Og ef við sjáum að hérna komnir fleiri en 7 dagar á önninni, þá svona grípum við aðeins inn í og skoðum hvort það er eitthvað sem við getum, eitthvað sem bara sé eitthvað sem við hægt að gera fyrir viðkomandi. Varðandi leyfi, það er að sjálfsögðu ætlast til þess að nemendur sinni persónulegum erindum utan skólatíma, en þeir hafa þetta 15% svigrúm sem jafngildir 11 dögum á önninni. Það er alveg slatti, sko. Þannig að ef eitthvað er sem það er alls ekki hægt að sinna utan skólatíma, þá er hægt að skrá leyfi í Innu. Þá er mikilvægt að setja svona þokkalega skýra útskýringu, og þá þegar ef við sjáum að nemandinn er komin undir, þá kíkjum við á hvort það sé einhver útskýringar fyrir því að hann var fjarverandi, og ef það er eitthvað svona sem er þokkalega gott og gilt, þá hefur við tekið tillit til þess. Varðandi íþróttir, þá er það bara saman. Þegar leyfið er skráð, að skrifa þá bara keppnisverð eða hvað það er, og þá á það ekkert að hérna. Og yfirleitt eru þessir íþróttakrakkar sem eru mikið frá að þeir standa sig bara mjög vel í náminu. Svaraði þetta svona þessu ljóman. Já, aðeins að segja frá nemendaþjónustunni. Það er sem sagt náms- og starfsráðgjafi, hún Guðný sem að tala hérna eftir, áfengastjóri, Unnur Ása, svo ég eitthvað að dinglast þarna með, berist ábyrgð á þessu öllu. Svo eru umsjónarkennarar, segja frá þeim eftir smá, og svo er nemendaverndarráð sem er í samstarfi við félagsþjónustuna, og hérna ef það er einhver þannig mála þá erum við svona talagjaflin saman. Og við erum með 4 umsjónarkennara þessa önnina. Það er Ingibjörg Þórðardóttir, Petra Lind, svo er Auður og Eydís. Þið geta séð inn í Innunni hver er umsjónarkennari ykkar barns. Allir nemendur sem eru yngri en 18 ára hafa umsjónarkennara. Aðrir eru meira sjálfberga. Og hérna, ef eitthvað er þá getið þið alltaf haft samband við viðkomandi umsjónarkennara, og þær eru alveg duglegar að hafa samband við foreldra líka ef eitthvað er þannig sem Einhverjar spurningar nemendaþjónustuna? Nei. Heyrðu, ég gleymdi að segja það hérna þið sem að sitja heima. Það er einhvers staðar svona spjallgluggi uppi eða niður eða til hliðar eða eitthvað. Ef það er einhverjar spurningar þá getið þið skrifað þar og við reynum að vakta það og svara því. Já, hér er skóladagatalur. Kannski sem ég vildi segja ykkur frá varðandi það er að grænir reitir eða grænir dagar eru sem sagt kennsludagar eða nemendadagar. Þá að mæta í skólan. Gulir dagar eru svokallaðir námsmatsdagar, og flestir gulir dagar sem eru hérna inni í önninni, þá er yfirleitt ekki gert ráð fyrir því að nemendur mæti í skólan. Þeir geta, skólinn er alltaf opinn, þeir geta komið hérna og ef þeir eru að vinna einhver verkefni eða vilja nýta daginn í eitthvað svoleiðis, þá geta þeir komið hérna.
Það er yfirleitt ekki í mötuneyti. En þetta er eins og núna, í næstu viku er gulur dagur og daginn eftir er birt fyrsta varða. Það er svona að kennararnir hafi þarna smá svigrúm til að taka saman og skila umsögnum. Síðan hérna í lok annarinnar, það er hérna haustönn og vorönn, þá er birt próftabla, þarna eru lokapróf, en þeim fer nú óðum fækkandi. Kannski hverfaði einn daginn, ég veit það ekki. Þetta er eitthvað skýrt. En svona, hvað er það, 14. september, þú talar ekki mögulegt en fyrir sem er heimavistinni. Þeir fá ekki að búla. Hjúkir. Ég skal sjá til þess. Strætó. Það er ennþá frítt í strætó. Ég má ekki að nota það ef það hentar. Kannski benda á það. Eða minna á, eða ég veit ekki hvað, að það eru svo 2 ferðir á morgna. Það er ferð sem að fer frá Fáskrúðsfirði 7:15. Og ef að krakkarnir mista henni, þá fer önnur 8:20 eða eitthvað. Það er engin afsökun að mista fyrstur út. Það er ekki hérna, já. Annars snýðum við stundatöflun okkar svona að þessu kerfi svolítið. Þannig að nemendur geti nýtt sér þetta. Það er bara gott. Já, minna á jöfnunarstyrkinn. Eða dreifbýlistyrkinn eins og ég heiti í gamla daga. Að þeir sem að búa hérna í einhverju öðru póstnúmer en 740, þeir geta fengið jöfnunarstyrk held ég. Ekki? Þú voru bara að tala klukkan, sko. En ég var bara spokkur þetta móta klukkan. Og hérna, það sóttum þetta inn á mittlán.is og það er fyrir 15. október fyrir haustönina og 15. febrúar fyrir vorið. Öll notkun tóbaks, líka veip og þetta púðadraslum ég hrjúfum allavega ekki. Það er bannað. Og áfengi og önnur vímuefni. Það er líka bara bannað. Það er nokkuð þessu. Það er hérna foreldrafélag og eitthvað alls konar. Bara endilega hérna gefa kost á sér í að starfa með þessu. Þetta er hérna mikilvægur þáttur í þessu. Já. Sem við spyrja mig. Það er eitt sem kom upp hérna áðan. Við erum aðeins að reka okkur á það að umgengni í skólahúsinu er ekki alveg nógu góð. Ekki aðeins bara að biðla til foreldra að minna krakkan á. Vera hann á foreldri sínum til sóma. Og við náttúrulega öllumst í þeim líka. Minna þau á. Þá held ég að ég sé búinn í bili. Já. Já, ég heiti þess að Unnur Ása og er áfangastjóri. Bara svona stutt þar sem ég er svona að gera, þá sé ég náttúrulega innskráningu nemenda. Svona til fróðleiks, þá erum við með 125 nemendur í dagskóla og rúma 200 í fjarnámi. Og svo sé ég námsframbúðið, sem er hérna í boði hverja önn og svona
námsbrautir og áfangana, setja þá, skrá þá rétt í kerfin. Svo er það blessuð prófin. Ég gerir próftöflu og séum að hafa yfirumsjón með prófunum og hellingi í kringum fjarnámið. Fjarnámið eru að taka próf hér og þar á viðurkenndum stöðum, eins ef að þið lendið í að börnin ykkar er ekki kannski á staðnum í prófavikunni eða þessu námsmatsdögum, þá er náttúrulega hægt að taka prófin annars staðar ef menn er á viðurkenndum stöðum, sem eru skólar eða svona símenntunarstöðvar. Og svo er náttúrulega skemmtilegasta verkefni stundatöflugerðin. Það er mikið stuð alltaf og svo erum við náttúrulega í nemendaþjónustunni eins og hann talaði um áðan. Guðni er náttúrulega svolítið teymi í þessu og við erum hérna með úrsögn og töflubreytingar og bara ráðgjöf alveg námið, hvað menn eiga mikið eftir og svoleiðis og svo meta kannski gamalt nám inn í skólann. Þetta er svona stikla stóru. Þetta hérna er dæmi stundatöflu, þetta er ekki eins og er í inni, þetta er í stundatöfluforritinu. Það er náttúrulega, það séu að það er í árekstri. Það þurfti að setja einhverja tíma svona hérna í fyrstu vinnustofunar og þá viljum við að krakkarnir velji tíman. Ekki velja vinnustofuna fram yfir, alltaf að mæta í stærðfræði eða verið stærðfræði á vinnustofutíma. Þau velji það. Og náttúrulega ef þau eru í öðrum árekstrum að vera í góðu sambandi við kennarana. Að menn sé að ekki missa neinu. Hvenær er best að mæta í hvaða tíma og svoleiðis. Það sem ekkert rosa mikið í árekstri en það er eitthvað. Það er óumflýjanlegt. Einhverjar spurningar sambandi við stundatöflu. Ég sá hvernig taflan okkar við erum með áfangatíma alla mánudaginn. Vinnustofarnir eru hérna þriðjudag, miðvikudag og fimmtudag. Svo 2 hérna við hættum hérna svo að þið náu rútunni. Það er allt stillt upp til að þið náu rútunni heim eftir skóladag. Og vinnustofan. Það er náttúrulega skyldumæting í vinnustofunar. Það eru færri tímar í stundatöflu af því að við erum með vinnustofu. Þetta er svona, hvað erum við búin að vera með mörg núna? 3? 4? Já, þetta er örugglega 4. önnin sem er svona í einhverju líkingu þessum núna. Já, það var prófað í fyrra þegar með svona, þá voru kennararnir þau voru í föstu stofum, kennararnir voru að fara á milli, það var eiginlega svona bara ringulreið, þannig að þetta hefur reynst best. Og það er ágætt að bara aðstoða krakkarna við að skipuleggja sig. Það er ekkert allir kennarar alla daga. Þeir þurfa svolítið að horfa á hvort það sé íslensku kennari eða stærðfræðikennari og passa sig að fara á þeim dögum. Hérna eru margir verkefnakennarar í að kenna grunnskólum Fjarðabyggðar, þannig að það eru færri kennarar hérna til reiðu. Bóknámskennararnir eru hérna. En þetta vinnustofukerfi náttúrulega er svona, það þýðir náttúrulega að þau þurfa að vera aðeins sjálfstæð og þurfa að læra að skipuleggja sig, sem við vonum að undirbúið þau betur undir bara lífið. Það sé ekki bara mötuð, þetta þurfa þau svolítið að standa á eigin fótum og skipuleggja sig. Guðni býður þeim upp á aðstoð hérna í fyrstu vinnustofu á þriðjudag. Hún mestir aðeins síðast. Svo er það eina. Við erum allir búin að prófa að fara í innu og inn í foreldra aðganginn. Séu hvernig það virkar þegar maður skráir sig inn og fara inn á nafn barnsins. Þá sjáum við hvað þau eru að gera. Þetta er náttúrulega alveg svona nótutavænt í símanum. Sjá stundatöfluna. Þannig að erum aðeins búin að vera að hringla í töflunni svona upphafi. Vera að breyta stofum og svona, þannig að ég sendi út póstana í síðustu viku og sem voru með screenshotað alltaf. Kom alltaf tóm og góðan einhvers og þarna kemur náttúrulega svo inn
það er náttúrulega stundataflan, við sjáum mætinguna og þessar umsagnir á vörðunum eins og hann fór í. Það er alveg gríðarlega mikilvægt að nota þetta verkfæri og fylgjast með og grípa inn í áðurnar og seint í þessum vörðum. Það eru mjög góðar. Ég er sjálf búin að vera með 3 ungmenni í skóla. Þetta er bara rosalega gott að fá þessar upplýsingar og geta bankað í fólk. Maður veit ekki alveg hvað þessi ungmenni manns er að gera. Þannig að bara fylgjast vel með bæði mætingu og vörðunum. Ég held að það var bara 2005 og 6 árgangur sem við settum með umsjóna. Þannig að þó að einhver ekki orðin 18 ára. Þannig að það var svolítið flókið fyrir að við vorum að skipta þessu upp. Þannig að bara vera rosa dugleg að fylgjast með og nota þetta. Eins kannski líka þó að krakkarnir séu orðnir 18 ára, þið hafið aðgang að innunni eða sjáu þið þangað til verða 18, svo dettið út, en þau geta gefið ykkur heimild til að fá að fylgjast með áfram. Endilega höfðu til að fá að hjálpa því að þið er náttúrulega bara að styðja þau í þessu. Já, svo koma alltaf einhvernir og skilaboð. Mér skilst að ég held að kemur inn tilkynningar þessar umsagnir. Svo langt sem maður sá ekki á barni. Ég var að spyrja nefndan í dag, hann held að kemur inn tilkynningar. Einhverjar spurningar með þetta? Birgir, geðast þér? Það segir ykkur frá þessu. Ef ekki að byrja bara á kennslu. Ég bætti mér glæra á því. Bættu? Þessi. Já, þakkaði fyrir það. Takk, ekkert mál. Ég sem sagt held utan heimasíðuna og þar er ótrúlega mikið magn af upplýsingum og það myndi taka sennilega að minnstakosti annar svona fund að fara í það allt og jafnvel lengra. En það helsta viltu við varpa henni eitthvað upp aðeins eða? Já, það helsta svona undir flýtileiðum og ef að Hafliði verður snöggur að varpa upp á skjáinn þá get ég sýnt eitthvað það. En síðan eru þarna allar upplýsingar námsbrautir, stefnur, alls konar skýrslur og í rauninni allt sem að tengist skólastarfinu. En þessar flýtileiðir hér, þetta svona það helsta og svona kannski það sem að flest ykkar þurfið að grípa í. Það hlekkurinn á innu, kennsluhöfn, matseðill sem mál málanna. Fara eftir tilbaka. Og námsgagnalisti sem að einhvern tímann hét bókalisti, skóladagatal og þarna eru leiðbeiningar veikind og leyfi, hvernig það er skráð og síðan vinnustofutafla. Og síðan sjáum við þarna, svo eru fréttir og viðburðir, þannig að svona helsta má segja að sé svona á forsíðunni og í flipunum uppi er svona kannski svona dýpra ýmislegt. Var þetta skýrt? Ég held það. Já. Förum við í næsta atriði. Hafið þið kíkt á kennsluhöfn? Já. Þarna inn kemur í rauninni námsefni, verkefni, stundum próf og í rauninni flest það sem að nemendur þurfa að skila inn. Það eru einhverjar örfáar undantekningar sem eru að skila inn á pappír. En í rauninni er þetta svona utanumhald með hverjum áfanga. Og nú kannski biðjum við Hafliðum að varpa einhverju upp. Til þess að komast inn á þetta, þá þurfum við að biðja nemendurna að sýna ykkur þetta. Þetta er tengt við Office aðgang nemendana, þannig að þau þurfa að sýna ykkur þetta. Og það ég myndi segja að væri mjög mikilvægt að fylgjast með þessu, af því að þarna sjáum við hvort að
bara hvað er að fara að gerast, eins og hérna sjáum við í þessum íslensku áfanga, þá er þarna lestur vikunnar og lesa þessar blaðsjur, þarna er skilaverkefni, þetta græna, síðan eru öðruvísi skilaverkefni sem er þetta bláa. Rauninni munurinn á þessu tvennu er að þetta græna eru einhverjar spurningar sem er svarað í gegnum netið. Bláa er yfirleitt að skila Word-skjali eða einhverju svoleiðis. Og eins og Hafliði var að sýna hérna, þá getið þið smellt á og séð þá hvað verkefni snýst. Og þá sjáið þið hér fyrir neðan hvort að það sé búið að skila verkefninu. Þá kemur skilað inn eða skilað til einhverjunagjafar eða eitthvað svoleiðis. Þannig að þetta er mjög góð leið til þess að sjá hvort að nemendurnir eru að gera það sem það segjast voru að gera. Og endilega biðja þau að sýna ykkur þetta, fylgjast vel með þessu, því að þarna eru allar upplýsingar, kennsluáætlanir og allt sem að við kemur. En er þetta ekki hægt líka að skoða þetta með einu? Nei, það er nefnilega ekki hægt. Þetta er kennslukerfið okkar. Það eru sumir skólar sem nota kennslukerfi gegnum innu, þá í rauninni, en sem sagt þetta er, við erum með það þarna. Já. Og meira þetta. Ég held ég þurfi ekkert meira að segja. Var þetta ekki bara nokkuð skýrt? Ég með endilega að spurja ef það er eitthvað óskýrt, en bara biðja þeim að sýna ykkur þetta og þið sjáið strax. Það er bara að smetla á þetta allt saman. Þetta bláa eru yfirleitt verkefni, blátt eða grænt verkefni og annað er í rauninni bara námsefni og svoleiðis. Og þarna sjáið þið bara viku fyrir viku í flestum tilvikum hvað á. Já, það er svona aðeins misjafnt hvernig kennarar setja þetta upp, en svona... Já, sumir eru með svona í einhverjum þemum og eitthvað svoleiðis sem flestir sennilega með viku. Og afgreiðum við þetta. Félagslíf og uppbrot. Ég setti þessa mynd af því að nú fer bráðum að koma að þessum árlega haustviðburði sem er haustganga. Og það styttist í hana, er það ekki rétt? Í fyrra var, og það sem er kannski með þessi mynd var tekin hérna fyrir ári síðan, að þá er svona málefni sem er svona gengið fyrir og vakin athygli á í leiðinni. Þarna var þetta í rauninni gegn kynferðisofbeldi og þessi mynd var tekin í upphafi áður en var gengið af stað. Og í fyrra var þetta þannig að það var hægt að velja 3 mismunandi tegundir af styrkleika, alveg hérna lengst upp á topp og svo hálfan toppinn og svo hérna út í páskaðar. Það er ekki góð lýsing á lengst upp á topp, næst frá hálfa leið og svo hérna með frá jafnslétt. Þetta er svona haustviðburðurinn, þá göngum við saman og þetta er mjög skemmtilegt og yfirleitt er valið gott veður, þannig að þú fyrir að vera Síðan er ég með nokkra svona svipmyndir af því sem hafa gert í fyrra, svona til að gefa ykkur kannski einhverja hugmynd svona hvað hefur verið gert. Þarna eru 2 myndir úr göngunni, hún stóð upp úr, annars var í Drangaskarði hérna fyrir ofan og hins vegar í Páskahelli. Við héldum á síðasta ári umhverfisdaga í samstarfi við Nesskóla, þar sem að nemendur unnu að alls konar umhverfistengdum verkefnum og þarna á neðri myndin eru nemendur að halda fyrirlestur, nemendafyrirlestur umhverfismál og þarna eru nemendur að vinna saman svona, útbúa svona skilaboð til kærleika fyrir náttúrunni. Og svo er þarna gert upp beturlið okkar og það er svo sannarlega ástæða til að vekja athygli á því að við fórum í 8 liða úrslit. Þannig að við erum meðal 8 bestu skóla á Íslandi í spurningakeppnum og jafnvel einhver öðru. Og við erum mjög stolt af þeim. Það fór í sjónvarpið í annað skipti í sögunni. Það ekki? Sögurskólan? Já. Fyrra skiptið var 2002. Þannig að það er lagt mikið upp úr þennan árangur í þessari keppni. Síðan, það sem að ég sé akkurat núna að vantar töluvert frá, er að á vorin er haldin árshátíð og hún var haldin í Egilsbúð
Komst ekki til fjölmiðla? Komst ekki í fjölmiðla, það var bara árið áður sem það gerðist. En síðast þá var borðhald, skemmtiatriði og svo ball á eftir. Og það kom í kjölfarið á þessum umhverfisstöðum. Síðan kannski til að bæta við að nemendafélagið var í fyrra þrátt fyrir allt saman ótrúlega duglegt við að halda smærri viðburði. Vídeókvöld, spilakvöld og þess áttar. Og svo einn viðburður sem hefur skotið ótrúlega sterkum rótum. Það þessi vaffabolti sem hérna einu sinni í viku í íþróttahúsinu. Þarna safnast krakkandi saman, bæði krakkar sem hafa áhugaði að spila fótbolta en líka bara krakkar sem hafa áhugaði að sitja þarna og sjá aðra og spjalla og þannig að það eru ótrúlega fjöldi sem fyrir þarna. Og það er kannski mikilvægt fyrir ykkur að hvetja ykkar krakka til að taka þátt í þessu eða þau eru heim og segja bara að ég nenni ekki að fara. Að félagslíf eru þau sko. Og ef að þau taka ekki þátt, ef að öll hugsa svoleiðis, þá verður ekkert. Þannig að þau eru félagslíf. Við erum að fara núna velja í nemendaráð. Já. Það fara í gang. Já. Fór auglýsa til frambóðum í nemendaráð. Hvetja þeir til að gefa kost á sér. Já. Sérstaklega ef þau segja að það er aldrei neitt að gera. Þá segið þið, þarna er tækifærið fyrir ykkur til að láta eitthvað gerast. Það er dálítið mikið svona, dálítið mikið viðhorf hvað ætlið þið að gera fyrir mig sko, það er aldrei hvað get ég gert. Þannig að við ætlum að breyta því. Einhverjar spurningar með þetta? Ég held ég að við komið þér á flest, eða ekki? Já, þetta voru sérst umhverfisstaðarnir voru þessir kærleiksstaðar. Og kannski til að bæta þess við með þá að þetta heita kærleiksstaðar en það safna sérst, þeir snúast að safna fyrir einhverju málefni og það er gert á hverju ári. Safna fyrir Pieta-samtökin og fyrir Úkraínu núna síðast. Þannig að það er alltaf einhverjum málefni sem að krakkarnir að safna til svona í leiðin. Wow. Síðan er annað að við erum virk í erlendu samstarfi. Við höfum reyndar verið frekar óvirk meðan að veiran var, en nú er að komast dálítið kraftur í þetta. Og þetta eru ótrúlega tækifæri fyrir nemendur í þessum skóla. Við bæði eigum mikið af styrkjum til þess að gera alls konar. Þannig að ef að krakkarnir hafa áhuga að taka þátt í einhvers konar erlendu samstarfi, þá er það möguleiki. Allt frá því að vera eins og þeir þarna, þessi hressu þarna upp í horninu. Þeir líta reyndar út fyrir að það sé ekkert voða gaman. En þeir fóru í skiptinám til Danmerkur í 3 vikur. Þessi eru nemendur í vélstjórn. Og þeir fóru og voru í 3 vikur í Danmörku að læra í rauninni bara svipaður voru að gera hér. Annað umhverfi og mögulega önnur tækni og alls konar. Og þarna bjuggu þeir á heimavist og lærðu alls konar gagnlegt í sambandi við fagið sitt en líka bara í sambandi við lífið. Þeir lærðu, ótrúlega margt svoleiðis í leiðinni. Og síðan erum við með á 3 myndum, við erum þáttakendur í samstarfsverkefni þar sem við erum að vinna með fíknir og hvernig er þetta að takast á við þær og þá förum við og hittust kennarar og nemendur 6 landa, hittust í hverju landi fyrir sig og vinnum aðeins á milli. Þannig að þarna sjáum við mynd frá því að verkefni er að byrja, þarna eru ég og Salome í Budapest þar sem við vorum að skipuleggja verkefnið. Svo erum við komin hérna næstu mynd fyrir ofan þarna erum við í Ráðhúsinu í Celje í Slóveníu og síðan er þarna í miðjunni mynd af kennurum og nemendum í Noregi. Þannig að þetta er verkefni sem við halda áfram á næsta ári og ég auglýsi alltaf eftir nemendum til að taka þátt. Þannig að ef ykkar krakkar hafa áhuga á einhverju svona, þetta er vika í einu. Þannig að þetta getur verið allt frá viku yfir í bara... Síðan er þarna ein mynd af kennurum sem að fara á námskeið alveg hægri vinstri. Þannig að það er líka möguleiki fyrir þá að
Góð mynd við þar. Góð myndatökumar. Er einhverja spurningar með þetta? En ég hef stundum sagt við krakkana, fyrir ég kynni þetta líka alveg svona annað slæðið hérna innandyra og ég hef alveg fundið að svona aðeins meiri áhugi núna fyrir þessu svona eftir COVID að þau hafa áhuga að skoða svona hluti. Og ég er bara hvattur til að koma til mín ef það er einhver hugmynd. Mér langar að prófa að fara í annan skóla í stuttan tíma eða taka þátt í svona samstarfsverkefni, bara koma til mín og athuga hvað ég getum gert. Skemmtilegt. Þetta er mjög þroskandi. Kynnast annarri menningu og bara, já. Við fáum svo fólk hingað. Já, við fáum fólk hingað líka. Þannig að við erum hérna núna með þýska kennari heimsókn. Fáum þýska nemanda hérna núna á morgun. Hún verður í... Nemandi í dag sem spyr, hvað er þessi gömlu þjóðverjar að þvæla þetta húsið? Já, þannig að við fáum líka og það er líka jákvætt. Gaman að fá svona spegil auðvitað. Þetta er ekki ég. Má það taka þetta líka og við? Nei, takk fyrir mig. Hvernig skipti ég á þessu? Ég heiti Guðný og ég er náms- og starfsráðgjafi hérna. Mér finnst Hafliði alveg verið að gleyma að minnast á það að ég á afmæli í dag. Finnst það eins og hann hefði átt að minnast á það hérna í byrjun. Ég ætla bara rétt að segja ykkur frá því hvað ég er að gera og hvað ég get gert fyrir ykkar börn. Ég er eins og áður segi hluti af nemendaþjónustunni og það sem er ég og Unnur Ása. Við erum með Facebook síðu sem að krakkarnir eru klárlega ekki að skoða því að mér skilst að þau séu bara ekki á Facebook. Og við erum með Instagram síðu sem við höfum nú aðeins náða að fá þau á. Við höfum að reyna að höfða eitthvað til þeirra en ég hugsa að við endum samt ekki á TikTok eða eitthvað þannig sem að ekki aðaldæmið núna. Mælum með að þið fylgist líka með þar setjum við líka inn, þú veist, þegar við erum að auglýsa að það eru einhverjir fyrirlestrar, námskeið, sérúrræði í prófum eða þeir eru valdagar eða eitthvað þannig. Þið fáið það að sjálfsögðu líka í tölvupóstum en svona oft þægilegt að rekast á það þarna. Og það heitir bara nemendaþjónusta VAFA á báðum stöðum. Hvað gerir náms- og starfsráðgjafi? Þetta er bara svona nokkur stikkorð hvað ég er að gera. Ég ykkar að endilega hafa samband við mig bara í rauninni hvað sem er. Ég get vísað nemendum til sérfræðinga ef það eru til dæmis ef þið þurfa að komast að hjá sálfræðing þá get ég vísað til sálfræðings og heilsugæslunni. Og svo hef ég líka séð þú veist ef að nemendur ADHD og eru að fara í eftirlit hjá geðlæknum vegna lyfja að þá hef ég líka oft tekið saman einhver svona samantektir hér frá kennurum sem að ef að viðkomandi geðlæknir óskar eftir því. Þannig að þið viti allavega af því ef það er svoleiðis. Og stoppið með að þið hafa einhverju spurningar, ég tala mjög hratt þannig að ég fer mjög hratt í gegnum þetta. Nokkur atriði hvers vegna ætti að leita til náms- og starfsráðgjafa. Ég segi alltaf við krakkana að ég geti svona nánast hjálpað við hvað sem er og ef ég get ekki hjálpað þá get ég vísað þeim á réttan aðila sem getur hjálpað þeim. Ég tek við alls konar beiðnum og erindum og veist, í fyrra vetur, eða hvort það hafi verið árið þar á undan, þá kom nemandi til mín sem hélt hann væri handleggsbrotinn. Ég gat ekki hjálpa honum, en þannig að þú veist, þau í rauninni bara, og ég kannski var fann að improva mikið á því ég geti hjálpað við hvað sem er. En ég sendi hann út á heilsugæslu og hann var komin í gifs daginn eftir. En þetta er rauninni bara svona okkur atriði. Þú veist, það er hægt að leita til mín til að fá upplýsingar um námi í VAFA, upplýsingar um námi í öðrum skólum, vegna skráningar í áfanga og skipulag námsferils. Þau eru oft svolítið að koma, sérstaklega þegar þau eru komin yfir á annað ár. Þá eru þau svolítið að koma til mín til þess að fá bara skipulag, þú veist, hvað er mikið eftir, hvernig get ég sett upp restina af náminu, þú veist, hvenær næ ég útskrifast og svo framvegis. Þannig að þau eru oft svolítið kannski komin í það þegar þau eru komin yfir á annað ár. Þá eru oft að setja bara upp svona feril fyrir þau sem þau geta haft sjálf, þannig að þau ná að halda svolítið utan um þetta sjálf. Þau geta komið bara til okkur.
kannski tek fram þar að ég hjálpaði mjög mikið við, þú veist, ég get hjálpaði við ef þau eru með lestrarerfiðleika, þú sett upp fyrir þau í tölvuna einhver svona talgerla, hjálpaði þeim að fá aðgang að hljóðbókasafni eða eitthvað svoleiðis, eitthvað sem ég getur aðstoðið og talgerlarnir, þetta er ótrúlega erfitt orð, eru mjög sniðugir eins og til dæmis ef þau eru með PDF-skjöl í tölvunni eða til að lesa eða eitthvað þannig að þá les bara tölvan upp og þú veist, þetta er orðið komið á íslensku þannig að þetta er alveg orðið nokkuð skýrt og það er ekkert mál að setja þetta upp bara í tölvunum þeirra, hjálpa þeim að setja þannig að þau geti litað, þú veist, skjáinn í tölvunni, þú veist, sumum finnst betra að lesa á bleiku blaði, grænu, bláu, einhvern veginn svoleiðis, hafa öðruvísi letur, hjálpa þeim að geta lesið upp í tölvuna þannig að tölvan skrifi fyrir þau, bara þannig að þau viti af þessu möguleika og ég hef reynt að hjálpa mjög mörgum nýnemum núna við þetta en ef það er einhver sem á barn sem er í þessum erfiðleikum að benda þeim á að koma til mín og þið geta að sjálfsögðu líka komið til mín og ég get sýnt ykkur þetta. Þau koma líka til dæmis vegna sértækra úrræða og það er svolítið varðandi prófin yfirleitt. Þau geta nemendur með einhvers konar greiningar eiga rétt á að vera í sérstofu í prófi, í fámenni, fá upplestur, fá lítið blöð, ýmislegt sem er í boði. Við reynum bara svolítið svona hvað hendar þeim. Við reynum alltaf að koma til móts við þau og það er bara alls ekki það sama sem hendar öllum. Sumir nemendur sem eru með prófkví að taka bara það svona hlutapróf oft bara inni hjá mér. Ég er bara að vinna í tölvun á meðan og þau bara sitja þar, kannski meira næði þar heldur en að vera inn í fullri stofu með nemendum. Og við auglýsum þetta og ég læt þau alveg vita af þessum úrræðum sem eru í boði fyrir lokaprófin og svo ég eftir að koma inn til fyrstaársnema í lífsstíl líka þar sem ég fer betur yfir hvað ég er að gera og fer yfir skipulag og alls konar með þeim. Og þetta, þau geta fengið aðstoð sem sagt varðandi námstækni og skipulag og eins og Hafliði sagði áðan þá er ég með í vinnustofu á þriðjudögum, fyrstu vinnustofu eftir hádegi, þá er ég með skipulagstíma í stofu 4 þar sem þau geta komið og ég get hjálpað þeim að skipuleggja vikuna. Þannig að þau eru með, náttúrulega fyrir hádegi á þriðjudögum og öll verkefni vikunar að vera komin inn og þá get ég farið yfir með þeim, ok, þú ert með 2 verkefni í íslensku, þetta þarf að gera í stærðfræði og svo framvegis og ég get þá hjálpað þeim að finna, ok, er þá ekki sniðugt að fara hérna til íslenskukennarans, hér í stærðfræði og þannig. Þannig ég get svona hjálpað þeim að skipuleggja vikuna, hvenær þau vilja vinna hvaða verkefni og þú veist, auðvitað er ég kannski að gera þetta svona smá fyrir þau til að byrja með en svo eru þau bara strax komin í gírinn að gera þetta sjálf. En þau þurfa bara oft smá leiðbeiningu og aðstoð með það til að byrja með. En mæli með því að þau nýti þessa tíma. Og ef það hendar ekki, þá geta þau að sjálfsögðu alltaf bara komið við hjá mér og ég get hjálpað þeim. Þetta eru bara svona nokkur svona atriði náms- og starfsráðgjafi VAFFA. Ég á að standa vörð um velferð nemenda og er málsvari þeirra innan skólans, þannig að ef það er eitthvað sem þau eru ósátt með, að þá á ég í rauninni að geta verið svona þeirra trúnaðarmaður og komið þeirra skilaboðum líka á framfæri. Og svona berjast áfram með þeirra mál. Og er til staðar fyrir alla nemendur og vinn mikið með forsjáraðilum, kennurum, starfsfólki skólans, félagsþjónustunni eins og Hafliði talaði um áðan og sálfræðingum og fleira. Og oft er það þannig ef nemendur eru hjá sálfræðing þá hef ég oft fengið beiðni frá nemenda eða foreldri eða forsjáraðila til þess að þá hef ég og sálfræðingur líka oft verið í samstarfi en það er allt gert með að beiðni forsjáraðila eða nemenda og með samþykki beggja aðila eða allra aðila. Þannig að við erum ekki að hafa samband við einhvern án þess að vera beðin um það eða eitthvað þannig. En bara svona oft hefur verið samstarf þar á milli. Ég hef verið að tímapunktarnir hafa verið að fara fram gegnum Innu. Þá hef ég bara opnað viðtalstíma í Innu og krakkarnir í rauninni bara logga sig inn á Innu og þar geta þau bara séð, það sendur held ég bara einhvers staðar til hliðar panta viðtalstíma. Þá geta þau svo bara hakað í mig og séð hvenær ég á lausa viðtalstíma. En ég er ekki búin að opna fyrir þetta ennþá, ákvað bara svona leyfa skólanum að fara af stað núna og það gengur öðruvísi í janúar þegar allir einhvern veginn komnir af stað en ég vildi ekki vera núna að vera að opna fyrir þetta strax af því þau eru bara rosalega mikið að koma við með bara einhver ótrúlega stutt erindi eða bara rétt að spurja hvar þessi stofa og ég vildi ekki vera að loka á mig til að byrja með. Ég vildi einhvern veginn þannig að það væri bara svona alltaf
opin hurð til að byrja með og þau eru búin að vera ótrúlega duglega að koma. Þau bara, og hika ekki við að spyrja það eitthvað. Þannig að en ég fer að opna fyrir þetta fljótlega. Og svo ef þið viljið bóka tíma hjá mér eða bara heyri mér í síma eða eitthvað þannig að þá getið ég sendt mér tölvupóst eða hringt eða eitthvað svoleiðis og það bara sjálfsagt mál. Já, og bara að lokum að nemendur þurfa ekkert að vera í einhverju vanda til að koma til náms- og starfsráðgjafa. Ég held að þetta sé alveg hægt að vera eitthvað tabú að vera eitthvað að leita sér aðstoðar. Þau allavega einhvern veginn ekki svona, finnst það allavega ekki mín upplifun núna, en hefur alveg kannski verið það. Ég held líka utan greiningar nemenda og líklega á vorin er ég með skilafundi með grunnskólum og ef að nemendur ykkur hafa einhverju greiningar þá er ég mjög líklega að koma með upplýsingar það með ykkar samþykki. En ef að einhver hérna inni er með greiningarskjöl sem hafa ekki borist til mín þá er það svo gott að við höldum utan þau. Bara þannig að nemendur geti fengið alla þjónustu hérna sem þau eiga rétt á. Og ef að ykkar börn eru með einhverju greiningar og þið eru ekki viss hvað þjónustu eiga rétt á að þá bara heyri í mér og ég skal fylgja það upp fyrir ykkur. Já, og bara endilega hvetja þau til að panta sér tíma hjá mér ef það er eitthvað og bara, eða þá allavega koma við. Ég er komin svona aðeins aðgengilegri stað núna, ég var hérna upp á 3. hæð en ég er komin núna hérna í gömlu skrifstofuna hjá skólameistara og verð þar, þannig að þetta er svona aðeins þægilegri staðsting, það eru svona meira að labba framhjá og þægilegra að koma við. Þannig að bara, já, endilega hvetja þau til þess að nýta sér þetta. Hugsaðu síðan alveg að gera það. Erum við einhver spurningar? Hvað segir þau? Flest allavega. Flest, já. Alveg klálega. Ég held ég sé ekki að gleyma neinu. Erum við með einhver spurningar? Nú er ég búin á. Engar spurningar. Allt klárt. Annars bara heyri í mér, ég geti hringt eða sendt mér tölvupóst á guðnibjörg@www.is og ég er yfirleitt mjög fljót að svara. Það er síðust. Já, bra. Ég þarf upp svona fenn. Akkurat á tíma, sko. Það er 3 mínútur eftir. Ekki? Hvað segir þið? Var þetta ekki bara svaraði flestu? Annars bara heyrið ég búið. Bingið eða sendið tölvupóst. Voru einhver spurningar í netheimum? Gat ekki séð það. Það var alltaf skýrt, sko. Það bara þakka ykkur kærlega fyrir að koma og frábært að sjá hvað koma ekki. Takk. Til hamingju með afmælið. Já, takk. Það sýndi að vera í Guðnýjar. Já. Það segir bara takk fyrir mig. Já, frábært. Hæ. Hann er búinn að vera sjúklaður. Nei. Kannski um það. Það er alveg bæm fyrir að núna með þessu löpunni. Það veit ég. Það er svo. Það er svo. Já, það er víst. Býttu,